Já, komið sæl. Ég ætla að ljúka þessari trílógíu sem að fylgir kafla 17 með því að fjalla eins hallatölu og skurðpunkt. Og nú verða kannski einhverjir svektir út í mig af því að það sem ég ætla að sýna ykkur núna aðferð til þess að teikna fyrsta stigs gröf á mjög fljótlegan og þægilegan máta. Það að segja að þið þurfið ekki að gera gildistöflu. Og af hverju ég að láta ykkur gera gildistöflu þá? Jú, það bara vegna þess að stundum eða yfirleitt þarf maður að læra að ganga áður en maður fyrir að hlaupa. Það er djúpspeki. En þessi aðferð gildir sem sagt bara fyrir fyrsta stigs gröf, þannig að eftir sem áður þurfum við að kunna að gera gildistöflu fyrir annars stigs gröf. Og það er kannski ástæðan fyrir að ég leta ykkur æfa ykkur í því. En snúum okkur að máli málana, skurðpunktur við e-ás. Kannski eru einhverju búin að taka eftir þessu þegar þið hafi verið að teikna fyrsta stigs gröf, en ef þið skoðið hérna línu fyrir jöfnuna y er jafnt og 2x plus 3, þá sjáu þið það stórmerkilega gerast að línan fer í gegnum e-ásinn einmitt í punktunum 3. Og jafnvel þó við skoðum einhver aðra jöfnu, eins og til dæmis línu fyrir jöfnuna sem hérna neðst á glærunni, y er jafnt og x mínus 2. Já, nú ruglaði síminn mig, en það sem ég var að segja, eða ætlaði að segja, að ef við skoðum líka línu fyrir neðri jöfnuna, þá sést að sú lína fer í gegnum e-ásinn í mínus 2. Og það einmitt líka í jöfnunni x mínus 2. Þannig að eins og kemur fram í bleikakassanum, og reglan sem við ætlum að styðjast við að talan í jöfnunni sem stendur ein og sér, og þá á ég við ekki talan sem stendur í x-inu, heldur svo sem ein og sér, í þessu tilviki plus 3 og í neðri jöfnunni mínus 2, að það eru þær tölur sem segja okkur hvar við förum í gegnum e-ásinn. Hérna í 3 og fyrir hina jöfnuna í mínus 2. Og þetta kallast skurðpunktur við e-ás. En passa ykkur einu, ef þið fáið svona jöfnu og þið eigið að geta horft á jöfnuna og svara spurningunni hver skurðpunktur við e-ás, ekki svara ég þannig og segja hérna að skurðhnitið er 3. Vegna þess að þessi punktur hér, þar sem að línan að fara í gegnum e-ás, hefur hnit 0,3. Alveg svo ef ég myndi velja einhvern annan punkt, segjum bara að ég velja punktin hérna, að þá hefur hann hnitið 4,2. Það er sem hnit hefur alltaf 2 tölur. Og nullið í skurðpunktunum við e-ás vegna þess að út frá miðjunni hér ég ekki að fara neitt til hliðar. En síðan fer ég vissulega 1, 2, 3 upp. Bara svona auka einskot, en aðalatriðið á þessari glæru, eða það sem ég að segja ykkur núna, að tengslin hérna á milli. Talan sem stendur ein og sér í jöfnunni, 3 og mínus 2, og hún segir okkur hvar við erum að fara í gegnum e-ásinn. Gott og vel. Hitt sem skiptir jafnmiklu máli, að það er hallatala. Og aftur ef að þið teiknið upp eina eða 2 jöfnur og reynið að skoða tengsl milli myndarinnar og jöfnunar, þá sér maður að þar sem að alveg sama hvaða punkti veljið í jöfnunni, að ef að þið færið ykkur einn reit til hægri, eins og búið að sýna með pílum hérna, segjum bara að ég myndi velja með þennan punkt hér. Þannig að ef ég færi mig eina rúðu til hægri, þá verði ég að fara 2 rúður upp til þess að vera aftur komin á línuna. Og ég geti verið hvar sem á línunni, þetta gerist alltaf. Hér annar punktur, ef ég fer eina rúðu til hægri, þá þarf ég að fara 1, 2 rúður upp til að lenda aftur á línunni. Allstaðar, 1 til hliðar, 1, 2 upp, 1 til hliðar, 1, 2 upp. Og þetta tengist jöfnunni þannig að talan sem hjá x-inu, áðan vorum við með töluna sem var ekki hjá x-inu, nú ætlum við að skoða töluna sem fyrir framan x-ið, að sú tala ræður sem halla. Og þess vegna kallast það hallatala. Og við getum skoðað aðra jöfnu. Hér ég búin að teikna upp jöfnuna y er jafnt og mínus 3x mínus 1.
og hallatala getur verið neikvæð eins og hún í þessu tilviki. Ég sem sagt núna að færa mig eina rúðu til hægri, það alltaf til hægri sem maður fer, en núna þarf ég að fara 3 rúður niður til að lenda aftur á línunni. 1 til hægri, 1, 2, 3 niður, þá er ég aftur lendur. Og þess vegna er hallatalan fyrir seinni jöfnuna -3. Og passið ykkur ef að spurt hver hallatala fyrir einhverja jöfnu. Ef við tökum efri jöfnuna, ef við myndum spyrja hver hallatala fyrir þessu jöfnu hér, ekki segja 2x. Hallatalan er bara talan hjá x-inu. Þannig að hallatalan myndi vera 2. En tökum þetta saman og sjáum hvernig við getum nýtt okkur þetta. Nú ætla ég að teikna upp þessa jöfnu, y er jafnt og 3x - 5, og ég nenni ekki að gera gildistöflu. En nenni ekki reyndar ekki rétt orðið. Ég ætla að teikna þetta með því að nota þá þekkingu sem við vorum að fá beint í æð. Það er að segja, ég myndi fyrst horfa á jöfnuna hérna uppi og sjá að skurðpunkturinn er -5, eða 0,-5. Þessi tala hérna sem stendur ein og sér ekki hjá x-inu, hún ræður hvar ég fer í gegnum e-ásin. Þannig ég byrja bara á að merkja inn þar 1 punkt. Og næsta sem ég skoða er hallatalan, sem í þessu tilviki er talan hjá x-inu 3. Og þá, út frá þessum fyrsta punkti sem ég er búin að merkja inn, færi ég mig eina rúðu til hægri og 3 rúður upp. Og þá er ég komið með annan punkt. Og þar sem þetta er bein lína, þá þarf ég ekki fleiri punkta. Ég þarf bara reglustiku og draga línuvatn í gegn. En ef ég vil fá fleiri punkta, þá endurtek ég bara leikinn. Út frá þessum punkti hér, færi ég mig eina rúðu til hægri og 3 rúður upp. 1, 2, 3 og það er næsti punktur. Við getum haldið áfram. 1 til hægri, hinga, og 1, 2, 3 upp, hinga. Þið sjáum að þetta lendir allt á einu og sömu línunni. Þannig að sjálfsögðu takið því reglustiku þegar ég gerir þetta. Þá fáið svona beina og fallega línu. En þetta er sem sagt mjög fljótlega aðferð til að teikna upp línu án þess að gera gildistöflu. Þannig er þetta aftur. Ég ætla að teikna svona 3x - 5. Ok, ég horfa á jöfnun og segi, hér er fyrsti punkturinn, -5, svo skoði ég hallatöluna, 1 til hliðar, 3 upp, bingo, þetta er línu í gegn. Sniðugt. Ég vissi það. En að lokum, þetta er algeng spurning, hvað mikið breytist x ef y hækkar 1? Og ég ætla að sýna ykkur 3 mismunandi leiðir til að svara þessu. Ef þeir eru með myndina eins og ég er með hér, þá get ég notað hana og vel með einhvern þægilegan punkt á línunni, til dæmis punktin hér. Og ég ætla að færa mig, að hækka x-ið sem er hérna lárétt. Ég ætla að færa mig 1 til hliðar. Því spurt er hvað gerist ef að x-ið hækkar 1. Þess vegna færi ég með eina rúðu til hliðar og svo er spurning, hvernig breyttist uppslunni þá? Jú, þá þarf ég að fara 1, 2, 3 rúður upp, sem þýðir að svarið við þessu er að ef x hækkar 1, þá hækkar hækkar 3, því annars er ég ekki á línunni. Önnur leið sem er kannski skiljanlegri, að hún er að gera gildistöflu og ég vel mér bara einhvað gildi fyrir x, sem bara ég velja mér töluna 1 og set þar inn og reikna, að því að hér erum við jöfnuna y er jafnt og 3x - 5, og þá reikna ég 3 sinnum 1 -5 og út úr því fæ ég -2. En hvað gerist ef x hækkar 1, er spurt. Þannig að næsta gildi sem ég ætla að setja inn er þá vantilega 2. Því nú er ég búin að hækka töluna úr 1 í 2, þar sem hækkan 1. Og þá setjum ég 2 inn í jöfnun og reikna. Gerir 3 sinnum 2, sem eru 6, -5 og útkoman er 1. Þannig að
þegar x hækkar 1 hérna, hvað hækkaði y þá mikið? Það fór úr -2 í 1, þannig að það hækkar 3. Nú þriðja og síðasta leiðin til að sjá þetta að átta sig á þessum tengslum að hallatalan sem við vorum að fjalla áðan, hún einmitt að lýsa því að þegar ég færi með eina rúðu til hægri, þá ég að hækka x 1 og þá þarf ég að fara 3 rúður upp til að lenda aftur á línunni. Þannig ef ég með jöfnu fyrir þessa línu, þá á að duga mér að horfa á jöfnuna og geta svara spurningunni. Það sem hallatalinn 3 í þessu tilviki, og þá get ég sagt að ef x hækkar 1, þá hækkar y 3. En þá held ég að þetta sé orðið ágætt í bili. Takk fyrir mig.